Já, sko, distillery eru staðsett á ákveðnum stað í Skotlandi, væntanlega. Og það er búið að skipta það svolítið niður í 5 flokka, eins og það. Þetta eru Campbelltown, sem er þorp, sem var gríðarlega stórt fyrir mörgum árum, en er búið að minnka þess núna. Þetta er svona svolítið peaty, sem er svona reykt whisky, koma frá. Svo er Lowlands, sem er neðri parturinn af Skotlandi. Það eru whisky eins og Glenkinchie, sem er mjög sæt, svona floral, svona blómalykt. Svona blómalykt. Frábæri whisky til að byrja að drekka whisky. Svo erum við með Highlands, ofar, norðar í Skotlandi. Þau eru svona molti, svona sæt fruity whisky svolítið. Það er Oban og Glenmorangie, til dæmis. Svo er Speyside og það er svæðið þar sem að áin Spey rennur í gegnum og þar eru gríðarlega mörg whisky distillery núna. Það eru hátt í 50 distillery núna þar sem að eru þjöppu á svolítið lítið svæði og flest að nota vatn úr ánni Spey og ég er með vatn úr ánni Spey í þessu. Magnað. Já, og þarna er whisky eins og Cardew, Singleton staðsett og svo erum við minn uppáhaldsflokk sem er Eyjawhiskyin. Þar er svona bragðeinkenni svolítið reykur, svona þung whisky, út kannski komið svolítið lengra í whiskydrykkjunni þegar þú komið þangað. Það er Kolaila, Lagavulin og Talisker whisky og það er svona hnetur, salt og reykur. Og þau svona svolítið kýla þig en þau knúsa þig alltaf í endan. Það er bara þannig.